7:04, Mötley Crüe á fónunum. Það 7. nóvember og FM95 blöður hafið göngu sína á þessum fínasta föstudegi. Það ekki snjókomið núna en það snjóaði í höfuborginni hér rétt áðan. Og já, mér varst það svo sem bara allt í lagi. Það ekki það sem að trufla mann þessa dagana. En Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Beint á móti mér sitja 2 snillingar. Já, ég ætla að kalla á snillinga. Ég búin að hafa mjög gaman að þeim í dag. Jólasnjórinn farin að falla og duttu 2 léttöl í okkur áðan. Túborg. Ég ætla að byrja á fyrirliðanum. Egill Einarsson, hvernig ertu? Sæll ertu? Ég bara Lítur vel út. Já, sömuleiðis. Þú ert ekki reyndar, það sést pínu núna. Þú ert ekki að komast í þennan bronkoklefaðin. Ég fer í hann occasionally. Sko, ég fer í hann occasionally. Hvað ertu með hann heima þér? Þú mátt ekki fara í hann núna. Nei, ég fer í, þetta snirtstofan Kópar í Garðabæði, svona með geggjasta tannklefa of all time. Og ég er inni þann í 30 sekundur og ég lapp út að segja að vera tjernir í 5 vikur. En málega, ég var annars að fer í hann einu svona viku. En það COVID, það ekkert í gangi, þú veist hvað græði að vera sexy heim við stóð, bara upp sofa. En ákveður þú ert reyndar núna þegar ég horfið betur á þig. Þú lítur vel út, ég ætla ekki bara að taka það tilbaka. Sömuleiðis, blóndi, já. Já, þakkaði fyrir það. I wasn't fishing, but thank you. Þú ert komið með smá skeggbróta aftur. Já, ætlar aftur að skeggsýna mig eða? Nei, þetta ekki af slæmt og þetta var daginn. Daginn var bara eins og væri búin að vera að tryggja þetta að bendir. Ég var ekki bara að raka mig heil lengi síðan sko. Núna þarf ég að vera að renna þeim aftur. Og það er sko málega, ef þú ert með smá skegg og fer í tannklefan, þá festist liturinn í skegginu. Það mátti gera með skegg. Var að taka öll líkamsár af og öll líkamsár? Já, ef þú ert í tannklefan. Og heldur augabrúnunum að þér? Já, jú. Reyndar þér Jöfull, ertu með litlar augabrúnir? Já, þess vegna það ég veit. Ég hef aldrei tekið eftir þessu. Hvað ertu með? Það bara svo sem ég búið að tekna þetta á. Málega, hvað ertu með fyrir ofan augun? Já, þess vegna þarf ég að litar alltaf því ég er acting in a movie eða einhverju kjaftaði. Ákveður hef ég aldrei séð þetta. Ég er búin að þekka því í 15 ára. Þú kannski aldrei hort í andlitið á mér, þetta ekki? Ekki á augabrúnina þér. Sko, sérðu, ég er eins og Bjarni Fel, þannig ég get ekki verið að rífa kjaft, sko. Ég er með rosa þykka. Þú er með voluptuous augabrúnir. Ég fæ hár allstað nema fucking hausnum. Ég hef aldrei tekið eftir, þú ert með rosalega litlar. Jú, ég fer ekki snirtingu, þar eru bara svona litlar og hugulegar. Þar eru svona. Það er bara það. Við hliðin á fyrirliða þáttarins situr dýrasti leikmaður landsins. Hann kallar sig Steindór Fróar Steinþórsson þessa föstudagana því að hann hefur ekkert annað að gera. Hvernig ertu? Þú rándir í leikmaður. Ég er fyllandi góður og fróandi fínn í dag. Það er gott að heyra. Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Er við dans? Nei. Það er verið að leifa sér það? Mér fannst þú ekki vera heiðarlegur á hann Þegar þú varst að tala um að hann er búin að fá okkur 2 stykki léttöl. Er það ekki, það er hvítli? Nei, það er 2,5. Ég er með 4 í blóðinu sko. Við erum með tilkynningu og við erum að fá okkur. Við erum með stemningu, það er nefnilega risa tilkynning í dag. Klukkan 5 í FM9 blöð og við erum vel peppaði fyrir henni. Þannig að við erum í gýr drenginni, þú eru ekki af neinar áhyggjur öðru. Nei. Hvernig er vikan búin að vera þér Steindi? Þú snáttúrulega, veitu hvað? Nei, hækki mæknum mínum. Hækki mækniðinum? Já, hann er alveg góður, hann er á sama level og við. Hann er þetta. Herðu, hérna, vikan er búin að vera, hún er búin að vera rosaleg. Við kynnaði, við var aðeins vakandi í gær, maður fekk sér aðeins, ég var að spila og... Já, náttúrulega með þarna fyllir í þáttiðinn. Já, rauðun og klakka, já. Hvernig gekk í gær? Það gekk illa. Náður að drepa hvern? Nei, já sko bara fáa og ég ætla bara að vera heiðlugur, það gekk ekki vel og ég var látin heyra það mikið og hérna, já bara gekk ekki vel. En hvernig nú komst það í flesta fjölmiðla landsins að þú varst með standandi partí alla síðustu helgi, var stemming? Halloween partíð á föstudegi og svo hann Látt ekki svona auðun, Varst ekkert sektaður? Var ég sektaður? Þú hlýtur nú að fara í skimun eftir þetta. Nei, vel stressaður, búin að hitta fullt af fólki. Nei, en ég ætla að fara að henda mér í skimun. Ég finn alveg að ég er að slappast. Í þeirra 7. Ég er að slappast, ekki 7. Ég var að fara mína 50, já. En já, ég finn það alveg. Ég þarf að fara að henda mér í skimun. Ángríns. Það er stress í gangi. Ég kom með kvef og svona. Er ekki bara komið tíma á það líka? Jú, það er bara svolítið henni. Egil, þú varst mjög ábyrgur alla síðustu helgi og alla vikuna ekki eins og þú ert alltaf, já, takk fyrir það og við þjóðin þökkum þér. Ég geri Takk fyrir það. Bara þjóðin getur ekki töðað mér sko. Ég ger ekki neitt. Ég er ekki að grínast, ég verð svo reiður þegar svona vitlýsingar og svo Steindir að halda partí út úr grimpin og kampin í þessu ástandi. Já, ég tekið á mig. Steindi posta líka með hópmynd af sér og okkur liði sko. Já, við vorum 8 manns að það eru reglur í þessu landi og það er 10 manns í dag. Ég verður að hleypa hlustendur með okkur í þetta. Steindi bað okkur sérstaklega að tala ekki aftur þessi part
Og þess að vera að fara þessi yfir að bara ægistrákan en ekki eitthvað að ræða þessi partí aftur. Ég veit að Þórólfur er að hlusta sko. Já, Þórólfur hlustar á alla þetta. Hann var mjög ánægður með að vera með Suck on my lollipop undir í hjá sér. Mér finnst bara óþarfið, sáuð, það var einhver Snillingur búin að setja það á Twitter. Snillingur búin að setja það á Twitter, búin að setja lagið undir og allt, djöfull var það að fyndi. Þórólfur var lappinn á fund bara með Suck on my lollipop. Hlustundur okkar er yfirlt á tánum. Já, það er nákvæmlega þannig. Bestu hlustendur landsins, það er bara þannig. Já, nei, er þetta ekki, þessi vitleysa er nú að keyrast niður og þetta er ekkert vesinn maður, er þetta ekki bara að vera búið? Hvað, 20 og eitthvað alltaf núna? Þetta er viðráðanlegt. Kom ekki fagna en þetta er lítið hugul út. Það lítur að fara að opna gimminn Þórólfur 17. eða 18. nóg. Já, það er ennþá svona langt í það, hvað er ekki, það er 7. núna. Þetta er ekki gott fyrir þig, blöðu út að bodybuilder sko. Já, en það líka Steindi bara gæti ekki með svona. Nei, Steindi getur alveg sótt sitt KFC bara í lúuna sko. Þannig að hann er feskur sko. Og gimminn myndi aldrei opna. En það finna er að sko Ég held að hann veit ekki eins og að gimminn sér lókum. Sko Aldrei labbaði henni gimm aðeins. Já, jú, ég farið 2 tökur eða 3 í gimmi. Sko Já, þegar Logi niðurlaði þig hana. Labbaði henni gimm á. Þetta er að Steindi á pottitur að hann myndi ná 70 í back. Basically, líf mitt hefur ekki breyst Það er warm-up weight fyrir almenna góm sko. Já, en líf mitt hefur ekki breyst neitt eftir COVID. Ég er alveg bara Þú ert bara með þín partí Ég er bara held mín partí og ég mæti ekki í gimminn og ég er bara feskur sko. Hvernig gekk Landaköss í gæðir í streyminu? Herðu, hann var orðin vel fullur. Er það nafn bara orðið fast á hann, Landaköss? Já, það er fast á hann. Hann var náttúrulega, hann hefur verið gengið undir Digital Köss og Blackout Köss. Já, Digital Köss er dead and gone. Sko, málið það, þá finnast það sem ég séð bara held ég Er hann alltaf á sem sló? Já, það finnast það sem ég sé í langan tíma er að því að þú veist, þetta er náttúrulega bara þetta er live sko, Rauðun og Klækandir og fólk getur talað við okkur og það finnast það í gæra því að þú veist þegar við vorum að kveðja, við erum bara hættir í kvöld og sjáumst einhvern tíðan til viku og það kom bara, þetta var, ég veit ekki akkur mér svo fyndi, kannski bara er ég einn það var bara einhver strákur Kristinn Axel eða eitthvað svona góða nótt Köss bara hann góða nótt Það er Köss kom með fans. Já, hann er nefnilega málega að Köss er komin með fans og mikið Sérstaklega með landabóli í stóramál og svona, fólk elskar og landajelly því frægari sem Landaköss verður því meira vesinlendur en í því að hann dældi í ykkur hérna hvað hétt liðurinn allt blöð hérna já. Hann er oft búin að vera svona baka tjöldin Já, að gefa ykkur sögur af mér Ég á endalist að sögur af honum En málega það líka að Landaköss Við vorum með svona Dalvík í bústæðaferð Svo enduðum við, við vorum réttur utan Dalvík enduðum á Dalvík á jamminu Það var eitthvað svona gaur í bænum sem var alveg þekktu fyrir að vera svona the bully eða slagsmálu hundurinn O'Doyle Já, svona O'Doyle rules gaur sjóari, grjótharður alveg svona hátt í 2 metrar nennir engur rugli Nei, og það var allir að segja bara hei, passið á honum, látið hann alveg þetta er svona 15 ár síðan passið okkur á honum eitthvað og Köss ég passa mig á honum og gaurin bara, hvað ertu að segja? Hvað ertu að segja? Eitthvað, ég sé hretti við þig Herru, hann rotaði hann í einu höggi, Köss lá bara á gangstendinni rotaður eftir Kýldan Köss? Já og Köss áttilega pílu skila og svo leðilega af því að við erum að tala um Köss þú verður að segja hlustendum frá sögunni þegar hann hitti Ronaldinho Já, bara hann lappaði inn á skemmtistað sem að Ronaldinho var búin að loka í Barcelona hann leit loka skemmtistað sem var þá heitasti skemmtistæðin í Barcelona þetta er basically eins og þú myndir loka hvaða stað myndir þú loka hér þeir eru allir lokaðir hann er fangels í dag en þarna var hann the shit Já, og þá var hann búin að loka heitasta skemmtistæð í Barcelona og þá var hérna Hugi og Landaköss hjá mér í heimsókn hjá mér í heimsókn er eitthvað rugglaður við 3 vorum í heimsókn við Eið og Ronaldinho sendir á Eið herru, ég er búin að láta loka þessu skemmtistæð viltu kíkja í kvöld hann bara, ég er með eitthvað 3 vitlinska með mér, má taka það með hann bara, auðvitað svo mætu við og þá er skemmtistæðan að loka nema Ronaldinho situr og er að spila svona bongotrommur með svona mikrofón sem út með svona yfir hausinn og syngjandi og spilandi að syngja og spila hversu leiðilegt var það samt, þú veist það var hræðilegt það var hræðilegt hann var bara umvafinn jámönum hann var besti fótboltamaður heims á þessum tíma þú veist, hvað við enginn að inni beðan að hætta því sko það geggja hjá þér já, það voru allir í því bara allir að drekka og borða frítt og eitthvað bara Ronaldinho og vákátt góðu söngur eitthvað hann er að spila og syngja Köss kemur inn blind fulli bara hvaða viðbjöfur er geta að fá okkur tónlist hérna lappar að Ronaldinho tekur sko mikrofónin af haustnum á honum can we have some music here Ronaldinho horfir á Landaköss sköllóttan og þrútin eftir tveggjata að fyllir í horfir á Eið Smára
réttur svo um hendurnar, hvað er að gerast hérna? Eigðu bara réttur um hendurnar, ég veit það ekki og Ronaldinho tekur bara svona puttan, snýr honum nokkar ringi, þá tónlist og allt í hennu bara búm, breytist þetta í skemmtistan Kös græja Þetta basically Kös var eini maður með pung til að stoppa hann og segja bara, herru, nú er að henda á músikan og hætta þessu rugli. Landakös reyfa honum headseti Það þóttu að vera með síman uppi Blondell Já, en sko, það voru ekki komnu síma þá sem að tóku vídeo sko. En þetta er líka, þetta er basically eins og hún myndi gera þetta með Messi í dag eða Ronaldo Þetta er Ronaldinho á hátíð félagsins Alltaf einhverjum svona rauðum en rúskis hristingslopp alltaf í streymin Hann er basically Þessi sloppur hans er keiftur í Atlantic City Hann keifti, þetta er Harras sloppur Hann keifti hann í Atlantic City á með honum, grauðþunnur og hann spila bara í honum og hann fæði sér vel á meðan og hann býti skot líka, jello skot og þið viti nákvæmlega hvað er í þessum skotum og bara vodka og einhver viðbjöður Nei, vodka er nú kannski svolítið svona, þú ert að færa þetta svolítið okay. En við erum með En stráka, þið viti að það er komin alvöru pressa á að fá 9-5 blöð ykkur Já, við förum að detta þannig Það er annarkvort á 5 Það er að nýna leik hann sem við erum að solve shit Já, þeir eru basically, þetta er í Among Us Þú ert basically bara að þetta er murder mystery, þú ert að kasta mönnum undir rútuna Þetta er ekki hljóma skemmtilega, mér langaði frekar að vera að drepa ykkur og gauðra en ég til að prófa þetta Ég sé góður að kasta mönnum undir rútuna Þú hefur gert það allt þitt líf þannig Okkur ættir ekki að geta það í tölvuleik Ég myndi bara mæta hann inn og ég myndi pakka það Svepp og Pétur verða líklega með ykkur, þetta verður veisla Það er ekki neitt sko, lofaði því Við erum með rosalega þátt handa ykkur í dag, kæru hlustundur eins og við hefum komið inn á áður hér það er risa tilkynning klukkan 5 ég get lofað ykkur því að þið verðið ánað með þessa tilkynningu við erum með engamálið í fyrsta sinn í langan tíma við erum með spurningkeppni Gilstarans og þú vilt ekki segja hvað er í spurningkeppnina því að tengist tilkynningunni ekki Rétt Þannig að ég get ekki spurt þig og get ekki spurt þig á Instagraminu heldur Við erum með augljósa staðreyndir hjá Steinda sem hafa ekki verið heilengi Nei, þær eru búin að vera í Átt að vera síðasta föstudag, bara náðust ekki Þær eru bara búin að vera í kælingu Þannig að við erum búin að opna fristinn og sækja augljósa staðreyndir Og þær eru, auðvitað, nú er ég að horfa á þær Og nú, ég veit ég segi þetta stundum Stundum segir þetta alltaf, það er öllum saman hvort það séu augljósar eða ekki Nei, þær hafa aldrei frá upphafi FM95 blöð verið jafn augljósar í dag Það gerir það eiginlega verrið Þú ert líka mannanlið sem að er erfiðu fyrir okkur eiginlega það er Should I Stay og Should I Go Já, og það er svolítið stikkfrí þar alltaf sjálfur Já, og þið veitir náttúrulega hvernig það virkar Þið fáu 1 frípassa af 3 spurningum og það er 1 spurningarna svo hræðileg að þið þurfum að vanda valið vel í dag Já, Egil, hvað hérna ég skil ekki eins og nú hvað gróta er hérna en er þetta sem þú vorst að segja hérna Sko, á Kúlíakana málið er út af því daginn sendi mér að young fan svona animation-vídeó af okkur félagunum eldgömlu þætti með þessum vorum með first date Já, þegar ég var á lausu Já, og það þú varst að reyna að pimpa mér út Ég sett á Instagram og Já, það var alveg skemmtilegt og hérna En ég er bara ekki á lausu lengur Þá fór ég að hugsa Mér fannst mjög gaman að redda Blondell hérna sexual intercourse Nei, þú reddaðir aldrei neinu og getur hægt að orða þetta svona ógeðslega Ég hafði mjög gaman að því Við býðum til account, ég set mynda Blondell og sé verið að tala við gælur og ég er búin að dunda mér því í vikunni í atvinnuleysinu og ég veit ekki, ég er helviti gaman að Ertu með þetta update? Ég þetta rándir að mynda blöðurinn sko En getur þú verið að gera Þannig að þetta er svo startam og svona mynd sko Mér finnst þetta allt í lagi þegar ég var á lausu En núna, hvað ætlar að gera? Ég á barn og annar leiðinni Ég er bara að reyna að get you laid Já, ég bara þarf ekki þín að hjálp lengur og þurftið ekki heldur þá sko Hvað þá eitthvað í útlöndum? Já, en þú veist Þetta er góðverk á skýra sko. Nei, þetta er bara mjög steikt Og málið er, ég með nokkar sem hitta jackpot Ég með nokkar sem hitta jackpot Og ég ætla að lesa allavega, þú veist, eitt samtali Eða vera að heyra svona hvað þessu Það var að taka mjög vel í þannig Þannig að þú ert búin að vera í vikunni Á einhverju datingsíðu að spjalla sem ég Yes Ég gæti kærtið fyrir þetta Bara svo veitur Ég gæti það bara víst Það er alltaf kæra vinur mér fyrir að gera mig greiða Hvaða greið er þetta? Herru, og svo máttu ekki gleyma einu að þegar hann gerði gamla daga þá var hann að nota kolranga mynd Það var einhvern veginn Þetta var alltaf ógeðslegt Núna, það er bara allt annað að sjá þig Það er til rosalegar myndir að þér þar sem þú lítur hrikalega Þetta er stúdíómyndin Svo ert í jakkafötunum Þú veist bara Mér er alveg sama Þetta er atvinnumyndir okkar Þú ert hot shit að ná þessari mynd Frábært Herru, allavega það er góð þáttur framöndan og við byrjum þetta nú eiginlega alltaf á Bubba Þetta er lag sem við nú byrjaði nokkur sem á og ég dyrka þetta lag Ég elsku vinnir Þeir eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957
Við opnum þetta á okkar besta manni Bubba. Já, ég held að sé bara langflesti sáttum með það nema Hjörvar Hafliðason sem að ég verði reyndar að gefa hann hann stjórnar besta podcast í landsins, Dr. Fútból. Já, Hann er ekki, sko ekki síður en bara hans faglega matir að við mættum Hann vil hafa meiri stemningu, segir hann. Hver fílar ekki bull? En við getum lofa hann Hjörvar því ég veit hann að hlusta að það verður, sko, Egill var að fá í gegn á meðan vorum að spjalla saman að það verða nokkuð steralög spilu hérna út þáttinn. Já, hann nafnilega lofaði að það var ekki ofsteruð sann. Nei, ég sko málega ég er þess að læra á The Blondale þegar ég keiri hardstælið Í hardstælið? Já, hardstæl það er sverðið á Tomorrowland sem ég og leður hans og Kóþóður og fleiri vorum á allan tíman á Tomorrowland síðast. Það er, þú veist, ef ég spilaði hér þá fer að tuða en ég er með vægtilag fyrir The Poop og ég veit þú ert soft. Ég er ekki soft þó ég fíl ekki hippileg tónlist. Eðlisfæri er hann bara söð. Ef ég myndi spila núna tónlist sem ég hlusta á í gimmunu þú er áhærður. Hvað ef ég lappað oft inn á skrifstofu hjá þér þar sem ég heldur sérst að grínast að því þú vissir ég var á leiðinni en svo hugsaði með mig það er ekki sjensan að vita að ég væri að koma þannig að hann er bara að hlusta á þetta. Þú ert með agalega tónlistasmekk. Agalega. Bara selst upp á Tomorrowland á 3 mínútum. Það er fleiri en ég sem hafa hann tónlistasmekk. Já, ég meina, hvað heldur að fólk komi bara út á tónlistinni eða? Nei, fólk kemur að því að fólk fyrir alveg að þjóða í saman hverju að spila, sko. Fólk mætir yfirleitt að þeirra að sprauta MDMA í hælinn á sér þarna fyrir hádegi, sko. Það er það sem er að gerast þarna. Það er enginn sem heyrir músíkina, sko. Talandi tónlist, drengir. Ég er með rosalegt slúður. Og fyrsta slúðrið í slúðurpakkanum er einmitt tónlist og hljómsveit sem að var oft í rauðum Hyundai Coupe þegar ég var rúndinu. Þetta hvað er það? Krýta? Horniblöð á króknum. Ég var ekkert að horniblöð, ég var bara að runda. Sko, maður er að tala rockið var svo horny. We're talking about a reunion hjá Creed. Ég kalla þetta. Ég segi fyrrum trommar í hljómsveitina Scott Phillips. Það er að túra það. Bæði. Það er fáar spilanir á Spotify. Er krókurinn á annari hliðið núna? Ég er öruglega þeir sem byggu á króknum í kringu 2000, já. Ég reyndar get ekki kallað mig eitthvað grjót harðan Creed aðdánda en þetta er rosa fréttir. Creed og Michael Jackson hugsaður hann blöð, sko. Scott Phillips segir að hann er trommar, ég vissi ekki eins og hvað hann hét hann ekki Stapp hérna söngarinn eitthvað. Jú, allavega hann er ekki við, Scott Stapp söngur, hann er ekki viss að þessi að fara að semja nýja tónlist en þeir hafa áhuga að fara að túra og spila sín bestu lög því að þeir hafa ekki hist lengi hann reynda fór yfir söngvarinn á sín tíma. Uppáhaldslagið á þeir með Creed With Arms Wide Open, er helviti ofalega þarna. En það er ekki einu svona hendi nýtt lag. My Own Prison er líka rosalegt lag, sko. Ég held að hvað hljóta nú flesti sem er að hlusta á FNÍ blöð núna. Varstu einhvern tíminni rauða Hyundai Coupe? Sko, eina sem er rangt í þessari setningu þar er það síðara því ég var oft með lagið undir en hitt gerist aldrei í kúpnum. Ég var að vona þetta í keftan og það bara gerðist ekki. En pælti því bara basically bara henni að skutla mér heim. En pælti því að ég var ekki jafnlaður í þessum bíl, sko. En ímyndaður þetta að alast upp á króknum þú ert bara ég get alveg staðfesta hér. Ég veit ekki hvað þú heldur þú sért þarna svita kirtillin og Moselsbæ. Króksarinn hatast þetta. Nei, ég var að segja basically að vinahópurinn að sauta át mikið að njallatöflu. Nei, át mikið neitt, við mistum allir hárið en það var ekki að geta njallatöflu. Já, þetta var ekki, ég steindi dauðu fyrir króksarinn, ég fíla. Þú varst að niðurlægja landtök. Herðu, svo er það næsta slúður. Þetta er maður sem hefur aldrei verið í slúðurinu, mun aldrei vera í því aftur. Þetta er hann Carl Lentz. Carl Lentz? Hann heitir Carl Lentz. En T-seta? Fyrrum prestur Justin Bieber. Wow. Já, en þeir eru ekki lengur vinir og það er búið að reka þennan mann úr kirkjunni sinni því að hann var að halda fram hjá konunni sinni. Hvað eru við komin út í núna? Í kirkjunni eða? Nei, ekkert í kirkjunni, hann bara, veist, hann prestur og má ekki hægt að fram. Það er eitthvað klefa og segir eitthvað father, you have to confess Nei, það var ekki það. Segir eitthvað, you get like horny. Þeir þurfa að gera það. Ég held að það gerist sjaldan og þetta var ekki eitt af þeim ef það hefði gerst. Nei, en sko, hann náttúrulega framhjáhaldi bannað í kirkjunni og það var bara náttúrulega vonandi bannað. Já, þú trúaði maður, þú ætti ekki að halda mikið framhjá. Flestar prestar eru vel græðir, sko. En ert að fjalla
Fyrirverandi prest Justin Bieber Þetta er eitthvað besta slúður sem ég heirt Hræðilegt Og allt áfram Voðaleg gúrka er í gangi núna Já, en þeir hafa ekki talað saman núna í 1,5 ár og nú eru menn að veltaði fyrir sig hvort að Justin Bieber hafi vitað af framhjáhaldinu og þau eru óvinnir því að þeir voru mikið saman, hérna sjáu þið, myndaðum bara voru bestu vinnir þeir eru séð Bieber hérna, hann ekki saman og með prestinu sinni minna Finnst þið líklegt þegar einhver Svalur prestur Já, en finnst þið líklegt þegar einhver er eitulega móki allan sólarhringin að hann sé alltaf farin að skvíla eitthvað framhjáhaldi á prest Sýnir sér prestu vera bodybuilder Hérna er hann með konun sinni, þau eru ekki skilin hún ákveða honum en kirkjan ákveða hins var ekki að fyrirgefa honum og rakan og ekki Bieber heldur Nei, og ekki Bieber Ég veit ekki hvort það sé framhjáhaldi eða hvort það sé eitthvað annað kannski að Bieber ósáttum með Þessi prestur, hann hefur fengið leifið sitt bara á Facebook sko. Þetta er ekki legit prestur Nú, hvernig kynntist hann Bieber þá? Nei, ég bara segi, þetta er bara Bieber er mjög trúaði maður sko Já, þetta er ekki legit Ok, þannig að presturinn hans Bieber girti niður úr sig og eftir það sagði Bieber Þú ert ekki lengur presturinn minni maður frá okkur Já, sko, það er ekki staðfest Þessi prestur er að fellow bodybuilder Þetta er ekki eins og en almenni prestur Þetta er ekki prestur Hvað er þetta að sé prestur? Það er ekki til ein mynd á hann með hempu Þetta er a celebrity priest eins og það stendur hérna Þetta er prestur Googlaði eina mynd á hann með hempu Hann er með 39 cm handling Það er í kringu veikt fólk Þetta er bara eitthvað svikarhappur Þessi Carl Lentz Hann er ekki prestur sko Hann er bara eitthvað svikari Hann sé rosalega eftir þessu Og það var bustaður Já, auðvitað og kannski líka bara þó hann hefði ekki verið bastaður hann sér hann rosalega eftir þessu og hérna vil ekki ræða okkur hann og Justin Bieber heldur þetta að sé út af framhjáhaldinu Já, hann búin að velja sér prest og hann elskar Jay-Z Ég get sagt okkur og en málar presturinn hans var horny, gifti niður sig og þá sagði Bieber, gamli Já, þú heldur það sé máli Jay-Z er ekki til Eru þið orðið rugglaðir? Þið tveir líka Er þið orðið rugglaðir? Hvað mennur það? Þið eru rugglaðir Það myndi drepa það að lesa biblíuna Að drepa með að lesa biblíuna? Hvernig tengist það þessum prest? Það er eitthvað að sé að gera niður sig og prestur sko, það stendur í biblíunni sko. Ég skal segja ykkur Ég skal kalla enn eitt slúður í þetta samar Ég skal bara núna, ég get lofað ykkur Justin Bieber mun fyrir árið 2022 Hann hefur 1 ár Hann mun stíga fram og segja að þetta hafi verið algjör vitleysa og hann hafi verið plataður í trúna Það er og af þessum presti að byrja Ég skal taka það veðmálu Ég held að þessi prestur Þú bara segir þetta þú sagður og þjóðkirkjunni sko. Bieber hefur aldrei liðið að Ég svo hatar þið stendi Slakaðu á maður Number 1 bara hjá honum á mér Er ég bara number 1 á þeim Hann hatar enga meiri því Nú er það Ég bara segja þér Ég Má ég klára slúðupakkan Fyrirvændi körubálskapin Lamar Odom Steindi, mannstu hvað það er? Hversu vel eftir að hlusta Það var á hóruhúsinu Harrið Já, það er á ymmitt Það er kamakrakallin sem er kjartaáfall Hann var kvæntur Það tók að það 3 græna töflur bara á sama klukkutíma og fekk hjartaáfall Það var eitthvað miklu meiri það sko En hann var náttúrulega giftur Khloe Kardashian í tæp 7 ár Hann var búinn að trúlofa svo aftur Og unnusta hans Sabrina Parr sleit trúlofunni núna á dögunum Cocaine is a hell of a drug sko Já, þau trúlofu sig í nóvembri fyrra Þannig að trúlofun endist bara í ár Og hún sagði að Odom þyrfti að vinna í sínum málum Hann ná nú ekki mikið eftir þessi mestarafröku Þetta er einhvern alltaf næra sem sko huguleg kona og hann rosalega samfæringa að ég veit ekki, hann lítur að rosa Ég held að sé ekki mælt með því að vera að geta heila nammipoka af stampinutöflum og vera að taka og vera að dæla í rannan á sama tíma Þetta var ég og heroin og eitthvað sko Jú, ef þú ert að ég, ef þú ert að láta snjóa snemma og þú ert að taka tippatöflur þá Það er hefði gaman í honum hana Þetta er particular time en síðan eftir það En hann er alltaf hann er á lausu núna einhver að hlusta Já Þetta var slúðupakki dagsins og við vonum að Justin Bieber og prestur hans náðu aftur saman því að ég heldur að það hefur verið mjög góðu vinnir Bieber það bara fyrirgefa Bieber á að vita það að prestar eru græður sko. Já, en byrju, ef Bieber er svona rosalega trúaður á hann ekki að fyrirgefa strax eða? Maður heldur það, við vonum það Remember when I asked you out? Well, it was COVID-19 It was COVID-19 It was COVID-19 Já, fyrsta break-up song frá DJ Muscleboy Já, ég ákvað að gefa þetta svona love song Alltaf út í, sko, menn fatt ekki Strong Without You Ég stundum, getur romantiskur Er það? Já, hlusta á lagið Blondell Já, þetta fjallar gaur sem er hætt í ræktinni, sko Hann er ekki hætt með konun sinni Nei, þetta er eiginlega ekki að love song Blondell, það er ekki eðalega dagi fyrir mig Ég er með tilkynningu til 25 mínútur, sko Já, það hittist í risa tilkynningu
En sko, það eru nokkri sem að spurði mig hérna á Instagraminu hvort að tilkynningin væri eitthvað út af afmæli eftir 95 blöð og hún er ekkert tengd afmæli. Við áttum afmæli í vikunni, 4. nóv var þátturinn 9 ára og oftast við verið með afmælisþætti en út af þessu COVID-rusli að þá var það ekki hægt núna því við máttum ekki bjóða neinum hingað hvorki í spjallni í klefa. Nei, það má enginn koma bara fólk sem er að vinna í húsinu sem að má taka upp þannig að, en ég get eins og að lofa ykkur því að 10 ára afmæli eftir 95 blöð menn ekki fara fram hjá neinum á næsta ári. Já, sko, við erum byrjað að skipuleggja í konsepti. Við 10 ára afmæli eftir 95 blöð. Við byrjum að skipuleggja Takið frá 8 nóv á næsta ári. Já, þannig að sko ekkert afmæli núna en alvöru 10 ára afmæli. Mér finnst mjög erfitt að halda ekki upp afmæli mitt en svona er þetta bara. Ég er mjög líklegur að opna kannski eina rauða í kvöld. Já, fagna 10 ára. 9 ára afmæli. Þetta var að spila, þetta var að End of the World. Nei, bara að fagna afmæli. Það er stór dagur. Maður finnur sér alltaf einhver ástæð til að fá sér 2-3 heima á sig sko. Herru, það er afmæli á hættinu. Já. Herru, það er komið að hvort myndur býtu tilkynningin, hún er klokkan 5. Hún er klokkan 5. Já, 25 myndur í tilkynningu. Það er komið að dagskrárlið sem heitir hvort mynduru frekar. Og þú ert með hann í dag? Ég er með hann í dag. Eru þið tilbúinir, drengir? Ég fekk aðstof frá Instagram vinum. Þetta var eftir að þjóðin fór að senda á því að þjóðin er rugluð. Já, en það kom ekki allt frá þeim. Þetta var samt einhvern með miklu brenglaðara eftir að fórst að fá aðstof. Margar ókslega góðar. Herru, eru þið tilbúinir? Hvort myndið frekar vera með efri eða neðri líkama apa? Þið haldið ykkar andliti. Og hvað apa? Það er ekki eina apategund sko. Þetta górilla, simpansi bara simpansa? Bavíani eða bil. Á hvaða máli skiptir það? Það hefur sér raskat að bavíana. Það er eldrautt og reyndar. Ok, bara svona venlulegu simpansi. En górilla, getur þú samið það? Nei, það er ekki górilla. Ákvörðu, það er svo að vilja efri skrokkina. Ég beigi vel ef ég myndi taka neður sko górillu. Já, þú kemist ekki neina sko, þú átt nóg erfitt með að klæða í gallabuxur í dag sko. Þetta nefið hann myndi fara vel upp. Ég hefði alltaf tekið efri líkamann í górilluna. Það er nöyt sterkur. Andlitið á henni fylgir sko. Nei, þið haldið andlitið. Yes, ok, þá er nú allt annað. Þá varstu basically bara að fá brjóskas og handleggi í górillunar. Vel loðinn. Já, ég vil loð, en ég má alveg fara í vaks. Þetta er simpansi. Þetta er ekki górilla, þetta er svona litlar hendur. Simpansar eru svona vel sterkir sko. Þú getur ekki farið í spreytannið þitt að festist í hárunum. Simpansi getur lamið stenda eins og auminga sem hann er. Eins og harðfisk. Akkur þurftur að bæta við eins og aumingjanum sem ég er. Ég held að fattir ekki hvað simpansi eru sterkir sko. Jú, ég fatt það alveg. Geta léttilega að landa það. Nei, eins og harðfisk. Nei, hann er metra á hæð. Simpansi er metra á hæð. Ef þú setur bara UFC, The Octagon, stenda og simpansa, hann ætti ekki breykir að segja. Ég myndi lúpæri að hann. Ég ætti ekki breyk sko. Tjóðis, ef maður læna þessu upp. Læna þessu upp? Hvað ætlar það bara að fá simpansa og láta mig berjast við hann? Í hvað heimi fyrir? Tjóðislega ég gaf, myndi rífa á þér handleggina. Nei, það myndi ekki gera það. Og akkur hefur þið gaman að því? Það vitlis er þetta. Þetta var svar frá okkur saman. Þetta var sko ógæðislegasta mínúta sem einhver hefur bara talað til mín. En heldur þú að geti bara simpansa? Ég? Já, ég held það. Hefur rosa mikið vit á dýrum. Það var ekki fræðulegur. Sko málið það, ég fari í garnisla Við simpansa? Nei, ég fari í garnisla við mjög Dóra DNA. Já, nei, ég tapaði þeim slag. Ég tapaði þeim slag. Ég fari í garnisla við mjög Lestu Dóra DNA að lemja þig? Já, ég gerði það. En ég fari í garnisla við grjótharðamenn. Ég var til dæmis eins og voru við Sveppi heima hjá honum, vel í glasi. Allir farnir, voru 2 eftir. Hafður hann? Við ákvæmum að fara í garnisla. Hvað er þetta eitthvað geðvíkir það? Sko Sveppi, ég myndi setja peningina því í garnisla. En þetta verði alvöru slagur. Ég myndi holka á Sveppa. Af því að Sveppi, hann býtur og hann myndi ekki hætta bara fyrir hann er búin að drepa. Dirty. Hann býtur og klórar. Veistu hvað við gerðum? Við lokuðum öllum gluggum. Voruð 2 og dættu okkur spjölluðu ekki bara hengu hverju röðu? Því að við vorum blindhullin, maður vorum að tepla og vorum einhvern meira tepla og endur í slagsmál? Já, við elskum að hnoðast. Þetta var bara hnoð. Það vann enginn, við ætlum bara að fara í gannislag bara fair and square. Og við lokuðum gluggum, við hækkuðum í ofninum, vorum við í eldhúsi og Sveppa. Akkur hækkuðu í ofninum? Bara til að hafa ennþá meiri hita. Svo fórum við í góðan gannislag og þangað til að það kviknuði ljósin og konan hans þarna og hvort það hafi ekki bara verið eitt barni líka bara, og ég var bara sendur heim sko. Stoppuðu þetta bara? Já, en eru hvort veljið? Og svo náttúrulega pakkaði ég vann þann slag og ég pakka Svessa saman í ganslag. Sverri Bergmann og hann er að lifta. Ég hef alltaf, sko málega, ég heldur sett fít sko
Þú ert á svona fín, ég er svona ágætur svona hnoðari sko. Já. Ég myndi alltaf til að veðja þig á móti mushroom sko. Já. Og svessa. Þú veist En á móti simpansa Svessi getur alveg verið vel reyður sko. Reyndar, ég þarf svar. Ég myndi segja að ég myndi taka efri hluta simpansa. Efri hlutan. Já, ég geta það ekki. Það málið er, vinna mín er að senda e-mail og sé puttan á simpansa. Já. Vesen, Steindi hugsar ekki að blant og þú í þessu. Nei, ég hugsaði bara að En þú myndir labba eins og Máni. Já, ég myndi labba eins og Máni. Ég meina, það gengur vel í honum. Hann er mjög successful umbóðsmaður. Hann skeini sem hefur 10 skonar ekkert að gera hjá honum akkurat núna. Það er auðvitað ekkert að gera honum akkurat núna. Það er brjála að gera honum. Það er alltaf nóg að gera Mána. En það snillíkur næsta kortmyndir frekar. Hér kemur einn sem að ég ber enga ábyrgð á. Það er hún Alexandra Björk sem sendið þessa. Já, fyrst þú segir ég ber enga ábyrgð á, þá er þetta viðbjöður. Hún er auðvitað mjög lasin hún Alexandra. Kortmyndir frekar. Farið sleik við mömmu ykkar fyrir framan konu ykkar eða pappi ykkar. Kortmyndir frekar. Farið sleik við mömmuðina fyrir framan konuðin eða pappaðin. Ójparast það. Hvernig kemur þetta upp? Fyrsta lagi, sko, Alexandra er greinilega fárveik. En að þú it made your cut sko. Þetta fór í gegn og þetta komið í þáttin sko. Þannig að þú bara að lesa þetta. Nei, þetta er mikið, fyrir mig næstu hérna. Nei, ég hafði gaman að henni. Þú hefði getað saltað þessa. En ég þarf svar. En þú veist, sama hvað gerir í sleiku mömmuðina sko. Það kemst ekki tjá því. Þetta er samt mamma þinn. Þetta er samt mamma, hvað minnur? Þú er búin að sleikast, þetta er mikið sleiku mömmuðina. Nei, 0. En veist, þetta er samt alltaf mamma þinn. Það farið sleik við hana. Nei, ég er bara engan áhuga á því. Þetta er leikur hérna. Það er mamma þinn sko. Hvað voru það að gera þetta á króksum? Ég er ekki að fara að bruna upp í graf og fyrir sleiku mömmina þó að við séum einhver leikinn í úðarpinu. Ég veit ekki hvað landakössu og blöð voru að gera þarna sko. Nei. Er ég það svar? Hvort verður verða fyrir ykkur að gera þetta framan konukar eða pappikar? Pappi þinn að þú lendi því að var eitthvað maturverslan og misti hægðir eða ekki? Misti hægðir? Það ekki. Hann fekk kamfilobakter. Það er Í hvað búð var það? Nótoni. Já, Nótoni. Mosó. Byrjaði í búðinni og endaði í lötunni. Í lötunni? Voru það á lötu? Já, það var það sem gerði þetta vest sko. Hvernig lötu? Ég myndi að vera 5. Voru það á lötu spór? Já, þröngt setið inn í lötu, ekkert útvarp, bara læti og kúkafíla sko. Ég ætla að rífa hana plástur af þessar ógæslu spurningu. Alexandra, skammastu þín. Ég held að segja að tvennu illu skáraður fram á konuna. Já, ég held að líka. Já. Þetta er sæðilegt spurning. Veitu, hún hveti ykkur áfram? Já, líklega, hún durglega bara með lúður. Herru, í næstu. Síðasta spurning. Og þetta kemur frá honum Aroni. Nei, þessi, það er ekkert að þessari. Eðlilegur Aron. Já, hvort myndið frekar? Vera sköllóttir frá og með deginum í dag? Já, nei, ég vil hitt. Já, ég líka. Já, hvað fyrir mig? Já, þeir eru alltaf að finna inn. Já, shit, er svo finnst. Þeir eru sköllóttir frá með deginum í dag. En Egil, eða aldrei fara aftur í ræktina og Steindi aldrei spila aftur tölvuleiki. Fuck! Vá, hann er vel lasin hann Aron. Genius, sko. Þetta var í öfut, var það ekki þessin. Ég myndi aldrei fara aftur í tölvuna og Steindi aldrei aftur í ræktina, sko. Nei, Steindi fyrir hvort þið er ekki ræktina. Það var bara veistla fyrir mig að fá þá spurningu. Er ég completely bald? Bara verður eins og ég, já. Þetta fer bara, þú veist, við höfum ekkert á móti sköllóttu fólki. Þetta bara fer ekki öllum. Nei, þú veist, eins og ég málaði þessu dag. Ég eitti svona ángríns, mér ekki 9 mínútum ég greiða mér í það. Það sést ekki. Hann er velgreittur, skiptingin er rétt og allt í gangi. Tók þetta 9 mínútur? Já. Og það skotið á svona 50 sekúndur. 9 mínútur dagsins, sko. Mér er ekki skemmtilegur. Og það var að taka þetta af mér. Þú missir vinnuna en þú mátt ekki vera ræktina. Já. Þannig að þú veitir sköllóttur ekki? Sko, ég þarf að velja á milli, sko. Egil, hann fær honum ekki. Það er ekkert mikilvægur en heilsan og long term health er ræktin 1, 2 og 3. Þannig að því miður, I'm a bald piece of shit. Nei, hann er bara bald. En þú Steindi? Sko, aldrei að fá að spila aftur tölvuleiki bara með félugunum og drekka rauðvín. Það er rosa. Við allir hvað vel, þú ert að gamer og ég ætla að velja skallan hann. Ég held það. Það er rosa skrítið að vera 36 ára og get ekki hætti tölvun. Nei, ég bara, þetta er skemmtilega. Þetta er orðið cash cow fyrir hann. Já, reyndar. Hann er fann að Svo ég verða hægt að rakka þetta niður. Þetta er að verða ekkert eðlulega vinsæltum allan heim. Hann er ekki bara heima að leika Mér finnst alveg gaman í tölvuleiki líka. Hann er að þykja budduna. Þetta er að skemmtilegasta sem hægt er að gera maður. Akkur er video game tard? Akkur er hann ekki að þykja budduna með hann í þessu kjafta? Ég get alveg sagt eitthvað video game tard er að þykja budduna. Hann er byrjað að vera með Klas. Rosalegt lag.
Það held ég þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, við erum ekki beitni útsendingu núna því að við Steindi eru mættir hérna inn í klefan góða. Okkar uppáhaldstað. Já, hér líður okkur vel. Já. Og já, við ætlum að hendi í klefa, það er nú ekki flóknara en það. Nei, það er ekkert mikið flóknar það og við erum bara í svona, ef við ekki að segja frekar, svona púki okkur. Jó, sko, það er mikið búið að byggja um þetta. Við föttum það bara í morgun að þetta hefur ekki verið lengi, það er engamáli. Það er gamla góða engamáli. Já, liður sem hefur verið lengi með okkur en þetta er svona inn af og til núna. Þetta snýst náttúrulega svolítið að reyna að koma nöfnunum að. Já. Og þá tekum við hanga á línunni. Fyrir ykkur sem er að hlusta í trista sinn, hvar er það búin að vera öll þessi ár og þessi liður gengur út á að Steindi hringir og lætur eins og hann að vera að tala við viðkomandi á engamál.is undir einhverju öðru nafni og byrja svo bara að dæla út einhverju öðru þvæli. Já, og ég er komið með góðan lista af nöfnum. Góðan lista? Já. Þá held ég bara ekki eftir neina að bíða og ég fara bara í eitthvað í símaskráni eða varstu með eitthvað í huga? Nei, taktu bara símaskrána og veldu nafn og þá erum við bara ferskir. Manstu það Egill og framan á símaskráni? Já, ég vann þetta því. Guð minn góður, mest er það ekki photoshopasta mynd bara Íslands sögum. Það var svo margir með mitti. Jesús almáttur. Akkur er þetta það alveg slæta? Ég haf búin að gleyma þessu. Já, ég held að það sé ástæðan fyrir að Íslandingar hættum í símaskrá. Þetta var síðasta skrá henni? Nei. Jú. En herru, ég ætla að fara á í símaskrána hérna on the line. Já. Því að það eru enga myndir að gleyma. Já.is. Já.is. Herru, ok, ég hendi bara hérna, ég hringi konuð ekki? Jú. Ok, maður sé. Halló? Já, er það Gubbulína 56? Hæ? Hver er þetta með leiði? Ég heiti Guðrún. Já, heyrðu, Helgi heiti ég. Halloween snáðinn 34 ára og ég ætlaði nú að reynda að hringja fyrr, afsaki hvað er að hringja seint. Vorum að spjalla saman í gær, vorum að spá í hvort við ætlum að fá okkur eitt bolla kannski og eina randalínu köku. Hörru, þú ert örugglega að fara eitthvað símavilt yfir. Nú, vorum við ekki að spjalla saman í gærin á engamál.is? Það voru við ekki. Gæti ég hafa verið að nota eitthvað annað nafn af þinni? Tukkutópak 20 ára eða Stómi 44 ára? Ég bara hef ekki hugmynd það. Ég er ekkert inn á engamálu. Nú ert ekkert að inn á? Nei. Þú er ekki verið að spjalla við mig undir Leðurfeis 87 árgerð eða Bleiku Dindill eða Sólgleru og Kvikindi og hendi fílinn 32 ára? Nei, ekki neitt. Nú, þannig að þú ert ekki inn á engamál? Nei. Þannig að þú ert ekki Gubbulína 56 eða Gósæla 75 ára? Herru, ef þú ekki bara láta staðan mig. Ég bara er ekki inn á engamálum þannig ég er ekki neitt þar. Nú, þú meinar. En þekkir eitthvað til hana, veistu eitthvað hvort að faglegur eða rassaprumpu skora 46? Ég spjalla við allt þetta. Herru, ég byrð bara að heilsa þér. Já, en yðandi Outbreak-appi, var ég ekki að tala við undir... Halló? Þetta er hann Sam Smith með lagið Diamonds og hann laumaðist þarna inn hjá okkur, ég verði að viðurkenna það. Það er ekki alveg svona föstudagslag. Nei, vorum við ekki búin að tala um að ætlum að vera með eitthvað alveg partí þetta? Jó, Egill stökka að pissa en annars hafði hann örugglega látið mig heyra það þegar þetta lag var inni. Brjálaður, heyrðu, það er mjög stutt í stærstu tilkynningu ársins held ég. Já, hjá okkur allavega, hvað sem þetta er stærsta tilkynning ársins á Íslandi, svo annar mál en við ætlum að henda okkur í einn dagskrálið áður en við förum í ég held að ég ekki bara fara í tilkynningunum núna. Jó, komið að tilkynningu. Já, klukkan er 3:05. Já, ætlum að gleðja íslensku þjóðan á 3 mínútum áður en ætlum að gera það. Já, ég held það, sveið með það. I like it. Það er staðan. Já, sko, við erum náttúrulega ekki búin að ákveða hvernig við segjum frá þessu. Það er náttúrulega alveg bara sína fólk geta það ekki. Þú ekki bara útskýra aðeins. Þú ert the poop og við erum bara hérna, ég er bara verktakatrúður hérna sko. Þú ert the poop. En þú ert samt við útskýrum þetta betur inn á Facebookinu. Það er að koma nýr skellur jólin, partyskellur, 3. spilið í skellröðinni. Fyrir það sem elskaði party. Já. Þetta er góða frétti fyrir það sem elskaði party. Já, og bara elska að spila. Og ég get staðfest að ég er búin að spila þetta núna svona 15 stundum. Þetta er yfirbara skemmtilegt að spila af öllum skellunum. Já, ég sko svona, þú veist, frá því að við byrjuðum við vorum líka 3 ára að gera þetta við erum búin að dunda okkur við þetta lengi félag. Já, frá því að við byrjuðum held ég að við spila þetta svona örgulega 1000 sinnum. Við ætlum að gefa þetta út síðustu jól en okkur fannst það ekki alveg tilbúið og sem betur fyrir gerðu það ekki síðustu jól því að það kom inn nýr liður í spilið, Reitur, sem heitir Hversu vel þekkirðu mig og það er eiginlega besti Reiturinn. Þetta er basically the greatest party game on earth. Já, líka málið nú að COVID, fólk er ekki að fara erlendis, það vantar eitthvað activity heima. Já. Það er búið að solve that problem núna. Einu gallið við þetta, drengir, er að við skitum smá
það er bara þannig. Já, við sko Þú vilt að við hefum pantað fleiri spil? Við reiknaðum ekki með COVID-blöð. Við heldum að COVID, við heldum að sko við pantum spilið sko hvað, í mars? Svona, já, það er langt síðan. Við Þá heldum heldur að COVID er búið. Við vita að fólk er ekki erlendu, þú er bara heima að spila og kannski fengi okkur fleiri. Við heldum að COVID væri kannski mánuður, þannig að við hefðum átt að panta fleiri spil, en þau eru allavega á leiðinni og þá verður þetta bara þannig að fyrstur kemur fyrstur fær. Ég ætla að útskýra þér fólki aðeins. Við erum með Facebook-síðu sem heitir facebook.com/skellur. Já, eða bara fyrir á Facebook og leita að skellur. Já, ég var að setja inn myndband eða við félagarnir og það er myndband sem við tókum upp sem svona sýnir hvernig hvað spilið snýst og það er frekar skemmtilegt þetta vídeo, með að horfa á það, vantar eitthvað activity og að sjálfsögur að keira í leik. Eina sem þú verður að gera er bara annarkot, ekki sko, likeið þetta, taggið þið inn eða deilið þessu, we don't give a shit, bara eitthvað af þessu, komin í pottin og við ætlum að gefa slatta spilum, allan að 10+. Gefið yfir 10 spil og við fengum landsliðskonu með okkur til að sína hvernig spilið gengur fyrir sig og þær dýrkuðu spilið það mikið að þær tóku af okkur eina spilið sem er á landinu núna og er að fara að spila það á morgun með öðrum landsliðskonum. Ok, við verðum samt eiginlega að segja hlustuðu minna, ég verði eiginlega að fá að segja hlustuðu veit sko, sem er eiginlega bara að finna sig veitum. Það er brúða í spilinu sko. Sem að var ekki sambyggt af öllum. Það verður bara að vera staðfest. Málið er það að þegar við vorum að gera spilið þá var búið að ákveða að þetta er eitt hlutur í spilinu og það átt að heita Pass the Bomb. Það er sem sagt bara spreng. Það átt að kasta sprengju á milli. Sem er pappaleikin og eitthvað, þú átt að ganga og veist. Já, þetta er bara Pass the Bomb. Þetta er eitt reitur af, þetta er eitt liður af mörgum í spilinu. Það sem við Egill gerðum er að hvar varst þú áttur? Hvort þú hafi verið? Þið plöðuðu bara á mig, nei ég var bara hérna á landinu sko. Já, við allavega sko þú varst ekki sáttur en við ákvaðum að koma á óvart. Við ákvaðum að koma þess svolítið á óvart. Við breyttum reitnum í Pass the Poo. Já, sem er andlitið af mér. Og það er andlit, sko það er dúkka af þér í spilinu, veitir. Ertu að gera það grimm við því? Já, sko, fólk sér dúkkuna í vídeónu. Já, ég heldur þurfum ekkert að tala meira þetta. Það er bara farið inn á Facebook og finnið skellur og þá sjáum við vídeóið. Verður við ekki að minnast á Já, Forsalan er hafinn. Já, verður ekki líka að minnast á myndina sem er sem er loksis. Ég reyndar hefndi minn á Steinda með því að vera með Pass the Poo. Egill, við settum inn myndina sem við höfum rætt í þessum þætti svona 100 sinnum þegar Steindi er grenjandi og hlátri á flöskuborðinu. Það var að hefna það fyrir brúðuna. Já, og þetta er myndin sem að Steindi fekk taugaáfall þegar Egill sagðist alltaf postaði inn á Twitter þegar Steindi var næst tekjuðasti skemmtikraftur landsins eða listamaður landsins. Og Steindi bara, ég hef aldrei séð manni að prætta hann í flýju og það var ekki hvort að vélum var að farast heldur að því að hvort að þú myndir posta þessari mynd og segja takk fyrir bygg. Mér er 3 ár. En málega það strákar, ok, við létum gera dúkku, blöð púpdúkkuna. Ok, mér finnst það að vera bekkur. Ok, þú tókst í illa. Þetta eru 10 stykki. Þú ert búin að jafna á því. Þú er langt síðan og sá stúkkuna. Þú ert búin að jafna á því. En mér fannst þessi núna djókur hjá ykkur. Mér fannst það að vera fyrir neðan belti. Ég ætla bara að segja. Fólk sér þessa mynd í vídeónu og okkur ætti maðurinn að skamma sín fyrir þessa mynd. Aldrei verið jafn glaður á þessu. Ég hringdi í Fannar klippara og ég baði hann að taka þetta. Ég vissi alveg að gera þetta, talaði við hann. Nei, ég baði hann að taka þetta og hann sagði að það hefði verið óseint og það var pottið ekki óseint. Þú ert með myndaðar flöskuborði í ykkurum Ákveður þú alltaf stikkir? Nei, hlusta, í 300 krónar jakkafötum. Bögga mig, það er þetta, reiturinn heitir Pass the Poo. En þú ert kallaði Nei, ég bara ekkert kallaði það. Veit ég hvað ég ætla að gera það? Ég ætla að setja bara þessa mynd inn á Instagram með mér. Ég glemdum einu. Sjálfsögur farið núna á Facebook skellur, horfið á þetta vídeo og takið þátt í þessu leik og þetta vídeo er ekki drefleðilegt. Nei, drefleðilegt. En málega það er hérna fólk vil árita eintak og tryggja sér það árita fólk í félagum því að við vitum ekkert hvort við getum áritað jóla, það var komið ljós út af COVID þá er linkur á undir vídeónu þar sem getur keypt þér árita eintak á fínu verði og já. Herru, strákar, Fossalan er hafin eða skála fyrir þessu? Ég ætla ekki að vera kokki en við erum að selja þetta upp þannig ég mæli með að fólk tryggja sér til Fossalan. En sko, ég hef meitt rosalegt fyrir þig til þess að fagna þessu öllu. Hvernig líst þér á að fá þetta hérna lag núna svona eftir allar þessar upplýsingar? Hvaða lag er þetta? Þetta er endalaust á nætur. Já. Þetta er upp á slagið hans Egils og svo fyrir við í Should I Stay or Should I Go. En tjekkið á Facebook skellur.
Veit ekki hvort þetta sé besta íslenska lag allra tíma eins og Egill meina en það fínasta lag Endalausa nætur, Buttercup. Viltu meina þetta sé besta lag allra tíma eða? Hann vil meina þetta sé besta íslenska lag allra tíma. Þetta er bara ekkert eðlilega gott lag. Hefur Buttercup tekið svona, hvað segir maður, reunion tónleika? Já, það voru aldamót Comeback, já, bara á því en þau hefur ekki bara Buttercup. Það var svona 600 manns sem sendu mér persónulega þegar Valur og Íris tóku. Hvað sagður þú? Valur, hann er alltaf 70 þetta sem hann segir. Valur? Þú getur alltaf nætsur En hann kallast ekki Valur. Já, veist, hann heitir Valur. Hann er með setu eftir Valur. Hann heitir Valur. Hann heitir Valur. En málið er að hérna sko, þetta er einn besta íslenska hljómsveit frá upphafi. Steindi, getur nefnt með 3 lög með Buttercup? Meira Dope. Nei, Dót heitir það, ekki Dope. Sagður þú Dope? Heitir ekki meira Dope, meira fjörefni? Nei, þetta er meira Dót með T. Meira Dót, meira fjörefni? Er ekki lagið með því, Steindi það? Hvað er þetta sé Dóp-lag? Ég held að vera að segja meira Dope, meira fjörefni. Þið hlustu kannski þannig á þetta því félagarnir. Það er besta lagið, sko. Lendur mér eitt lagi viðbót, Steindi. Endalausa nætur? Já, nei, fyrir utan það. Þetta er meira Dót. Þegar Egill vildi meina þetta verið besta íslenska hljómsveit allara tíma, þá finnst mér svona eðlilegt þú getur nefnt 3 lög, sko. Djúðlega sem ég fyndi þetta lag. En ekki þessi að gera lítið úr Buttercup. Ekki neitt. Það er rosalega að segja neitt. Hvað Dót er það að tala um í laginu? Ég samt ekki textan. Meira Dót og meira fjörefni? Já, lagið heitir Meira Dót. Já, ok. Það er hérna. Þetta er rosalega fréttir. Hélstu að lagið heiti Meira Dóp? Meira auðvitað, þegar næsta lína er meira fjörefni. Já, ég meina Ég held að þetta væri partylag for the young ones. Já, á sínum tíma. Þetta er það ekki. Nei, þetta er Dót, Steindi, ekki Dope. Já, Valur Buttercup, hann er ekki ánægð með það núna, ekki orðað þannig. En það er hins vegar komið að nýjasta dagskrálið FN 95 Blö. Það er Should I stay or should I Það go? er hárrétt og ekki bara setja það hérna á. Það er ekki. Settu lagið á og þetta En snýst eru ekki með trailer líka? Já, jú, herðu. Ég gerði trailer. Já, en hann var svolítið grófur einhvern veginn og átti ekkert við. Nei, þetta var bara besti trailer sem gerður verið. Hann bara synga ekki til leiðin en allt í lagi. Ok, og ég setja hann á. Já, þetta var bara miskilningur en hann er góður trailer. Segir ekki einu sinni should I stay or should I go í trailerunum. Ég var bara að fatta það núna. Já, dagskráður heiti það. Já, það er ekki mátt koma svona með í trailerunum. Málið er að Egill miskildi konceptið mikið. Þetta er ekki alveg bara að þú veist farðu bara úr lífi mínu að eilíf. Er þetta ekki, á maður ekki að senda fólk út í sveita? Nei, þetta er ekki tannig. Það deyr enginn í þessu. Allavega ekki ennþá. Af því að ég er samt búin að breyta reglunum, drengir. Ok. Nú máttu henda lagin á. Já, þá bara byrjuðu hennar lið. Já, þarna. Það var svolítið hátt í þessu. Það er föstudagur og það voru stór tíðindi fyrir þjóðina að detta í gang. Málið er það er komið tvist í þetta, drengir. Ég ætla að segja ykkur áður en ég ber fram nöfnin hvað verður þessar manneskjur. Já, og þið hafið eitt frípassa. Þetta eru 3 spurningar, þið verðið að svara hinnum 2 og ég ætla bara að byrja þetta strax. Og hún er svona, ég ætla ekki að segja að þetta sé léttasta, erfiðasta eða millispurningin. Ég er að rótera þessu. Þannig að ég ætla bara að byrja og þið vitið að frípassanum sem þið getur nota. Annar þessara manna er þið gjaldþrota. Ok. Og það er ekkert grín, það er leiðilegt. Það er COVID og að vera gjaldþrota allt í einu, þetta er bara glæta. Annar þessara manna er þið gjaldþrota strax og þeir eru búin að svara. Er það Hjörvar Hafliða eða er það Mike? Og þetta er Dr. Fútból spurning tilenga þeim. Hvor þeirra manna myndi vakna morgun gjaldþrota og þurfa gjörsanlega bara að byrja upp á nýtt og fara að díla við þetta allt saman og þetta er vesen og maus? En núna get ég ekki notað bettan get the hell out of here, hann er ekki að fara neitt. Já sko, jú, hann náttúrulega er, þetta er opið, þú veist, get the hell out of here, það er bara, hann fyrir beint í gjaldþrot. Sko, í rauninni er þetta ekkert svo mikið vesen. Ok. Því að sko, ef Hjörpur verið gjaldþrota, þú veist, hann er í Dr. Fútból og það er eitt vinsasta podcast landsins, hann myndur í cover helviti hratt. Mækarinn er einhver virtasti tryggarsólum á landsins. Hann reyndar nýbúin að missa þess fútbóljob. Já, sem var skellur. En líklega fær Þú gleymir, hérna St. Eugens. Já, Júgens, þú veist, jú, það er tenni verður að fullt aftur á veist af. Mækarinn fær rakin og St. Júgens. Ég er að segja það. Besti sportsbar sem ég farið á æfum. Hann er með þann ásöp í erfinu. Hann báðir þessi gæðar, í rauninni myndi, sko, það myndi í rauninni ekki skipta neinu máli við fara to zero.
Þið myndu báður recover. Í rauninni bara þetta bara eiginlega flip a coin sko. Það skiptir þess að gæða engu máli. Og svarið Hjöppi. Það skiptir engu máli en ekki alltaf núna. Þegar þá bara er að komið á nýja Range Rover. Eftir þessa rosa ræðu þína, ef það skiptir ekki málið á sig, ég þá bara Mike. Það skiptir engu máli. Vá, þannig að þú valdi Hjöppi Egill, þú valdi Mike. Ég meina, ef það væri ekki með income, ef það væri komin ekki aldrótt og væri ekki income, þá sjálfsög þetta verið krefjandi. Já, það skiptir engu máli. Það er svoleiðis. Herðu, þá er það næsta spurning. Þið mættuð ekki tala við annað þeirra í 5 ár. 5 ár? Þetta er Sveppi Krull eða Pétur Jóhann Sigfússon. Wow. Það er mjög skemmtilegir sko. Nú veit ég ekki hvað er lokaspurningin. Þetta gæti þurft að vera. Alltaf taka ég free pass eða? Já, ég ætla að henda í. Alltaf að henda í free pass. Þú ötti blöð hendur í free pass. Sem því að Egill má ekki taka. Hann tók his free pass. Þú ert alltaf með free pass á síðustu spurningunni, Egill. Það er ein spurning eftir sem þú þarft að svara, Ötti. Já. Egill, hvað ætlum þú að segja? Sko, má ég ekki nota free pass? Nei, ekki ef ég er búinn að nota hann. Hvað ætlar að vera lengi að ná þessum dagskrálinu? Sko, ég veit ekki hvernig næðunum ákvæmlega sko. Því að þú nærði alltaf að nota þetta á besta fólkinu. Þú náði reyndar, ég ætla að gefa þér þetta Ötti. Þetta var vel kallaðu free passi alltaf. Sko, ok, Pétur Jóhann eða Sveppi. 5 ár. Balls, maður. 5 ár. Báður eitt eðlilega skemmtileg maður. Hvað tekur þú? Sko, út af því að ég og Sveppi erum að vinna í smá verkefni on the side og við erum að breyta $1 í 2 og ég er að hugsa að við erum reikningar svolítið aðrir. Þannig að Pétur Jóhann get the hell out of here. Hvað þarf ég að segja þér ofta? Ég er með Bedda sem gerir þetta og þú átt ekki að segja þetta sjálfur. Þú ert svo vitlaus, það er ekki nokkur á. Mér finnst það fyndið þegar Egill tekur sjálfur. Þú segir alltaf sjálfur það. Get the hell out of here. Ég held að Pétur fyrirgeði mér. Ég er að breyta $1 í 2 með mössunum. Ég hef ekki séð Pétur Fúlan sem ég kynntist á hann. Hún er með drullu saman. Ég held að hann sé bara fegin að þurfa ekki að tala við í 5 ár. Vel reiður núna. Nei, hún með drullu saman. Ég fæ heitmail og eftir. Herru strákar, þá er það ein ógeðslega í lokin. Það er græni nammipókin á Rikka G eða Egill Plöter í brennslunni. Auðun Blöndal, hann á ekki free pass. Egill, alltaf þú þarft ekki að nota your free pass. Ok, ég seti það sinna, ég var ekki hlust að það. Þetta er græni nammipókin. Ok, ákveð. Brennslan, Plöterinn eða Rikki G. Þá að tala um útskýrðu þess fyrir mér og hlustundu, hvað er græni nammipókin maður? Nei, það þarf ekki að útskýra. Ég fæ svona 50 skilabæði viku og hvað er græni nammipókin frá úlingum? Það er fínt kannski að útskýra bara, once and for all. Það er ákveð flip í partí þegar menn alltaf snáðast án þess að sé eitthvað skrítið. Ok, minnst það báður huggulegir. Þú átt free pass sko. Þú þarft ekki eins og svara þessu. Ef ég nota ekki með free pass á ég þá 2. Nei, aldrei. Það er ekki nota, segja þetta bara. Þú ert með þetta. Báður rosalega huggulegir. Þetta myndi ég jafla. Herru, jæja. Ég er bara, við hendum free pass á hann og ég segi bara Rikki. Ég get ekki hlusta á þetta lengur. Við vorum að fá þau skilaboð að síðan krassaði sem er með forsöluna og partískell. Þetta er ekki bara venjuleg forsöla, þetta er áritu eintökur og það sko. Þannig að signed copy sem er töðu skemmtilega en að fá þetta bara í plastinu sko. Já, en þetta er að þetta er aftur þannig að þið getið farið inn á fulltung.is og pantað í forsölu. Það er að vinna í þessu. Það er basically að panta líka bara hvernig sem er, bara í kvöld og síkó. En sko, blöð, en að ég ætla að koma á róvart. Já, eru að fara í það núna? Sem mér finnst rosalega skrítið allt saman. Sko, ég veit að konum mér finnst það skrítið líka. Match.com. Þetta varst ekki alltaf eitthvað first date? Jú, en first date er búin að gefa eftir undan farin ár. Mér finnst ekki skrítið að konuninni finnst þetta og það er leitt sko. Hún veit náttúrulega ekki eins og aðeins. Sko, first date er ekki lengur the shit. Var first date the shit? Sko, málega ég gæti ekki, ég ætlaði að setja það á Tinder. En þá þetta tengið þetta á Facebook svona, það hefur verið vesen sko. En ég gæti búið til bara fake account á match.com og ég seti bara geggjað myndaðir og málega er ég þá með reikning núna inn á match.com? Orðum að þannig, ég er ekki bara að gera neitt annað en að svara spurningum hann inn sko. Það sem er lígi. Já, okkur inn sko. Það er brjálega að gera það. Nei, það er 100% lígi. Ég seti ekki að geðu eitthvað mynd sko. Hvað mynd sættur þau? Bara hann að jakkafötur manna og dreifur og horf í myndöluna. Er ekki dreif, ég er bara rosalt á myndinni. En málið er, ég er með nokkuð samtöl og ég er að velja eitt sem mér fannst best, eða þú veist. En byrju, ertu þá bara heima þær að tala sem ég við einhverja ertu bara að finna einhverja leið til þess að svala þínum einn
pervertis Sko, með það? ég er atvinnulegs og ég Já, hef enga hell Og hætt að vera ég. Sko, þetta er skemmtilegt að ég gerir Þetta er svo grillað, Ég fæ alltaf e-mail þegar einhver er búin að senda mér skilabóð Ég elska þetta sko Ég er alveg pottitur að ég get kerti fyrir þetta. Nei, hvað með Er Það þykjast vera ég. þetta svona Tinder síða? Já, bara, þetta heitir Match.com og þetta er bara online dating síða hún er mjög virt sko Ok, og hvað? Málega er, ok, ætla að segja hérna mér finnst þetta besta spjaldi og ég byrja alltaf á sömu setningunni En segir ég konið? má ég lesa spjallið það? Ok. Hérna bara byrja ég, hey there hot shit sagði ég hérna Hæ, sagður við konuna? Já, Já. og þá sagði hún heiti Rosalega Stacy skrítin opnun. og sagði hún Heitir hún hot- hvað? Stacy, hún sagði hot shit spurningamarki, lol sér sett svona grænindi kall og sagði hi og þú veist, henni fannst ekki að fyndi að blöð byrjað á hot shit sko. Hvaðan er hún? Má ég spyrja þig? Hann er síðan að blöðu flippaður Já. Sér ég sé mjög flippað. En og hvaðan síðan er hún? segir hún blöð hi, my name is Blondell I'm kind of a big deal how is life in COVID on your end byrja bara, þú veist, eðlilega spjall Blondell þá kemur Stacy pretty bad not the most fun year I see you live in Iceland how are things there og kemur blöð we have a guy called Thor Oliver great guy We have a crack. doing a terrific Called job Thorolfur. hvernig segir þú Thor Oliver, þetta er kani sko En á hverju setur þessa rödd? Að ekki svo hún heyri eitthvað svona rödd? nei ég bara, veist, þegar ég skrif þetta þá er ég að ímynda mér að tala svona Okay. og síðan segir við með Thor Oliver but he closed the gyms that's annoying cause I got great abs and I work out maybe 5-6 times a week Þetta er bara mannorsmorð einhvers staðar í Kanada. Það þarf bara að stoppa, ég get alveg lofið því, þetta heldur ekki að áfram. segja, útskjöra fyrir henni að blöð er, hann er í ræktinni veist, ég laumaði þarna Já, við skiljum að varst að útskýra Ok, það. ok. Þú Það hefði ekki getað hlýtur að vera mjög stutt í hún hætt að svara nei, ég sagði bara, ég ok punktur, great sagði hún who is það er fullt svar. who is there on your picture your baby, og þetta er mynd að þér á tetta sko ég hef sett í Þar sit ég- prófálmyndinu þú sköllóti Já. síðan getur svæpað til hliðar veist, og þá sett ég mynd að þér á tetta og hún er að kommenta á það og sagði who's there on the picture, your baby og þá sagði þú, yeah, that's Teddy named him after Teddy Sheringham Jesus, almáttugur. hvað? Þetta er svo það hvað mennar? Bara að setja að draga barnið mitt inn í þetta love that kid to death Love that kid. Ég get ekki hlusta á og það þá segir Stacy Shit, hvað mér líður he's illa. cute, broskall þarna veit ég að Já, jákvætt. það gengur allt vel so you're a single dad og Jón Blöð, haha are you on something? No, I'm a real cat so of course I'm taken Ha? þú ert allir í sambandi Þú ert að segja það inn á hvað ég var að síðan? ljúga Hvað er að Veitu, gerast hvað- þetta? Hvað er þetta? Ég er að fá bara svona eitthvað sting ég ætla Má ekki ég að sjá ljúga þetta tjatta? ég ætla ekki að Hvað segir ljúga hún? að dömunni Hvað segir En byrju, er hún? þetta ekki dating síðan? þú segir sér I'm in a happy relationship I'm a great family man and there's another baby on the way baby Blondell og þá segir Stacy svona 20h then why are you in Match.com Já, mjög góð spurning já, og þá sagði Blöð I might be going to Atlantic City soon Herri, ég ætla að stoppa þetta bara núna strax veit þú hvað er Sko, það er eitt á að setja með einhverju datingsigur Ég held að vera að ljúga að ég vera á lausu Og var ekki blöð búin að segja að ætla aldrei að hanga aftur? ég er með allt upp á borði út af því að Blöð er bara in a relationship og hann er bara leiðandi Atlantic City hún er heima hann er rétt hjá þessi Hvað er hún heim? Ekki þegar ég vilji vita það Og ég bara Herru, ég ætla bara að stoppa þetta rusl sem er í gangi Og erum hérna að fara að fylgjast með þessu samræði í næsta Nei, hætti? málega er að þú veist, þetta er að ganga mjög vel sko Já, Þetta þú to fær be bara continued. Ganga vel. Nei, þú fær aldrei að fara inn á þetta aftur. Þetta er svo svarað Þetta er líka ekki að ganga vel, þetta dóð þarna. Ég er bara í sjá föstu með barn á leiðin Já, finnst þér ég ætti að ljúga? En mér finnst þú bara ættir ekki að gera það Það held ég þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og komið að lið sem að mér finnst mjög skemmtilegu stendi. Já. Ég dæli þig orðum að því að þú, ég verð að gefa það, þú ert drullu góður í þessum. Já, Þú nær alltaf að bjarga þér með orðan. Það þarf að selja þetta. Já, þú ert fljór að, já bara semja að ruglið á staðnum. Já, byrja, en þú eina er að ég þarf að fá að sjá hvert orð allavega 5-6 sekundum áður en þú veist, þú verður að vera duglegur að senda Ég þetta. sendi það meðan að símtalið er í gangi. Já, Og sko, við höfum verið að vinna með svona varaluti eða í rauninu byggingaföruverslanir. Já. Ég ætla að fara núna bara í rammagerð. já. Og þú ert að fara að panta þér ramma Já, og með skrýtnum orðum. Já, og þú sendir orðin á mig og ég og reyni að fá þetta í gegn og reyna að vesla þetta. Já, hvað heitir þessi lið? Bara, Sko, það hefur nú við erum ekki beitt með nafna á honum. við höfum aldrei verið, nei, vinnuheiti er svona
Ég skrifa orðið í steinda. Það er ekki bara Herðu eftir tilbúin. Þetta þarf ekki að vera flókið. Ég er búin að finna hérna ramma. Ég er klár, ég er mjög klár. Okay. Innrum Hafnarfjarðar. Já, góðan daginn. Daginn. Herðu, eru þið með vörtukartónin? Hvað sér þau? Með vörtukartón? Vörtukartón? Já, svona bara frekar hefðbættu kartón, bara búið að pressa þau og svona þau eru með ringla? Já, nei, allir það nokkuð. Ég er bara með svona venjuleg kartón. Nú, ok. Yes. Ok, en eru þið með Rabbanui pixla? Þið eru að vinna myndirnar? Hvað segir þau? Erum við með... Rabbanui pixla? Svona add-on í Photoshop sem gerir þið kleift að setja bakgrunn og fókus? Nei. Við erum ekkert í svoleiðis. Ekki heldur? Nei. En jafnramarnir, eru þeir mætti núna fyrir jólin? Ég hringdi nú daginn og þeir voru ekki komnir. Jú. Ég hringdi nú eitthvað daginn, en söksóið, var það komið inn? Já, nei, ég veit ekkert hvað það heldur. Söksóg? Já. Eru þið ekki með söksóg? Nei. Sem er standur sem gerir kleift að stilla mynd svona á lóðrétt sem stendur það út af veggnum svona þetta ekki? Bara sleiki gúmið og svo setur þetta bara á veggin. Þetta er bara svona eins og svona hefðbundu sogskál. Nei, en Blár Dallas, eru þið komið með hann? Súkulastikki sem fylgir oft með þegar maður kemur á verslar hjá fólki. Nei, hættu nú. Ég er... Ég geti þetta ekki. Auðvitað, þetta er alltaf erfið orð. Nei, það var ekkert það sem Djöfull var þetta erfið orð, maður. Þetta var erfitt í dag. Það var bara, ég komst upp. Þú ert bara ekki í stuði. Já, ég er í stuði. Það var bara erfitt. Herru, við byrjast innilega afsökunar á þessari tröflu. Já, herðu, það er manneska lína. Afsakið þetta, við erum að hringja hérna úr FNÍ fyrir blöð, við erum eitthvað að reyna. Ég kannast við þessar rætt. Vorum að reyna að vera sniðugir, en það bara, það sást í gegnum í dag. Ég sá í gegnum þetta strax, ég bara kunni ekki við það. Ég kynni að þetta væri nú bara eitthvað kunni. Já, það er stundu svona, það er ekkert alltaf hægt að láta símaöldin hennast. Steytist í spurningikeppni Gilsarans. Já, ég er aðeins að fimbu svona Máli, ég get sagt nú nokkuð á hann heitin. Já. Og það er verið með award-winning board game. Ég er með King of Playing Games í dag. King of Playing Games. Rétt. Ég veit með þessum lag sem ég get sett undir þar. Nú, hvað er það? Þarna Mind Games með John Lennon. Hvaða ógeðslega lag er það? Ógeðslega lag, John Lennon, þó þetta sé ekki eitthvað tekno viðbjóður. Herðin allavega, við ætlum að fara í sturglaða staðrendir áður við förum í þessa ógeðslegu spurningikeppni. Ég ætla bara að uppdata þjóðina og það er margir að kaupa hérna á linknum settum inn í áreitaspil í Forsul og hann krassaði linkurinn. Þetta krassaði og mikið af FNÍ blöðfæðin sem reynda að versla at the same time og láta ykkur vita að það verður vinn í þessu þannig að kíkja bara aftur rétt og eftir. Það verður komið í lag eftir smá. Já, gefið þessu hálftíma og kaupið spili, tryggja ykkur spili. Kíkja aftur. Reynda gaman að sjá fyrir spilinu. En já, fyrir ykkur sem vilja sjá hvernig spilið gengur fyrir sig þá farið inn á Facebook og bara finnið skellur. Það er komið vídeo sem útskýrir hvernig nýja spilið er. En herru, sturglaða staðrendir, eru tilbúinir? Það er klart, hrosaskítur. Pentossíbunars blöð sem er að fara úr og þeir eru alltaf að flytja úr þessar íbúðum. Herru, kvenkyns fiskar þykjast fáða með fiskum sem þeir fíla ekki og synda svo beint til annara sem fíla og hrygna. Mjög skynsam með fiskar. Fiskar veit ekki neitt. Alveg staðfest. Þeir veit ekki neitt. Þeir synda bara eitthvað og býta eitthvað og veiða sig og vannmeta fiskin. Er ég að vannmeta fiskin? Já, það eru allavega þetta eru það gáðaði fiskar að þykjast fáða. Haldið þið að við lendið í strákur? Ef þetta er ekki hrosaskítur. Hefur verið feikað okkur, haldið það? 100%. Já, eða ekki. Allir lendið í. Já, eða ekki. En ef þú feikað, látið heyra í þér sem hann kom ekkert, þú veist. Þetta getið bara verið með óþægilega sem ég horta á þróst að gera. Já, þetta var ógeðslega. Og ég ætla bara ekki að svara þessu. Svipur og svo komspeil og það er viðbjöð. Það er erfiðara fyrir okkur að feika þetta, sko. Já, vissulega. Steindi, heldur það að vera feikað eins og fisk? Alveg örglega, en ég þekki strák sem hefur feikað nokkuð sinnum. Dóri Dina. Nei, það er ekki Dóri Dina. Þú heldur alls ég Dóri Dina? Já, ég er bara á þetta. Ég vil þetta steindi með eitthvað gutt sitt sögur, þá er það Dóri Dina. Já, sko, málið er að... Þú getur feikað út með markmanninn á, sko. Ég var randakvæðs. Basically, Dóri, ég sagði frá því að prumpa blöytu nokkuð sinnum eftir... Hver feikaði... Ég ætla ekki að segja, ég skýttir ekki. Þetta er... Næsta sturglaða staðreynd. Family show. Er þetta family show? Í Suður Kóreu ertu eins árs þegar þú fæðist og verður ári... Í Suður Kóreu ertu eins árs þegar þú fæðist og verður ári eldri hver áramót. Það eru með annars systemanna. Þannig að basically væri Teddy að verða 2 ára núna áramótin.
Þetta líklegast betra system. Nei, vill ekki vera forever young? Já, það er góða búndur. Þetta bara svo þægilegt, þú veist, bara áramótin. Áramótin. Og það reyndar enginn sem ég þekki með meira aldurskomplex eldur en Steindi Junior, þannig að ég veit ekki okkur hann myndi vilja þetta. Nei, mér finnst bara leiðilegt að þeir alltaf að tala um að við sem allir jafnaldra. Ég er alltaf miklu yngri. Þú þóttist það var glemt í daginn hvað verið gamall, því þú skammast þín fyrir að vera 36 ára þessu ári, sko. En ég sverða, ég bara glemti. Ég held ég var að vera 35. Ég var að hugsa bara akkur, ég var að pirra mig að ég get ekki haldið upp á okkur gott stóramali. Þú er aldrei haldið upp amalið þitt síðan ég kynntist. En þegar títur, akkur svo mikið piece of shit, haldu upp á peningum, haldu upp á amalið þitt. Leiðu bara til sal og haldu upp á. Er þetta nískið þér? Þetta er ríkasti listamæður landsins, sko. Það er ekki níska að leigja sal og halda partí. Það er bara, mér finnst ekkert betra. Og Björki Tór listamæður. Flókið fyrir að hendi partí. Slaka það eins á eitt. Leigja eitt sal. Það sem ég var að segja er að við leiðum sal í sumar. Blöðu leiðum sal. Eitthvað fjölskyldu að vinni. Voru nú fertugir. En málega, það sem að mér dreymir, þú veist, ammælis draumadagurinn minn, ammælinn minn, er bara að ég vakna og ég fer ekki úr stöllunum. Bara spila og landa köst allan daginn. Ég er bara að spila, fæ mér köku, ég er með síman, bara silent. Þú ert aðeins að bara hugsa fólki í kringu. Það vil hittast og fagna þessu með. Ég bara hendi gilsarunum í The Penguin Suite. Nei, þú borgar hana sjálfur í svona 100. sinni í þessum fokkin stætti. Herðu, ég farið á æfum minn. Næsta, hákallar hafa lifað af 4 af 5 útrýmingum jarðar og eru því eldri en mannkynið, Mount Everest, risaðlunar og trén. Þetta fannst mér sturlu staðreind. Og ég sé alveg að þið eru ekki að impressed og ég. Hversu lengi hafa hákallar verið uppi maður? Kakkalakinn hefur, já, The Meg var náttúrulega á sínu tíma brjálaður. Þetta er geggjað. Kakkalakinn hefur nú væntanlega þrauka lengur. Þannig að voru hákallar áður en Mount Everest kom. Já, það var líka til hákall sem var á starfið strætó. Það eru helviti þreytt að lendi því helviti. Það var hugmyndin að Meg sem tvífærið þinn í þessu statu. Já, en ég flög með Rikka eins og nefn, hann var að horfa á Meg í vélinni. Ég spurði hvað það að horfa á Meg með stóra hákallin, ég bara hvernig hún ekkert smá skeri og góð maður. Nei. Það var líka mjög fyndið tísti á Rikka daginn þegar hann var að henda þetta í eitthvað Halloween mynd með Adam Sandler. Hún fannst hún ekki nógu góð. Hún fannst hún ekki nógu góð. Fíla allar hérna. Ég held hún að það hefði verið fyrir 12 ára. Hefur hann verið með Halloween mynd, Adam Sandler? Já, núna daginn. Barnamynd sem var að koma út, sko. Bara hræðileg. Fiskar voru fyrsti til að stunda kynlíf. Það er svoleiðis. Það er rosalegt. Byrja þetta þar, uppgötaði svo í The Dinosaurs og síðan í okkur félagana. Ég bara veit það ekki eill. Þeir eru fyrstir stundar mjög. Ég bara lesa eitthvað sem ég Fiskarnir, þeir eru samt ekki. Þetta er ekki tip inni en það er intercourse. Bara öðru sem ég veit það ekki, Steindi, ég hef ekki hort á þess að bíómyndir sem þú ert að horfa á. Ég segja, nú mann ég ekki hvernig fiskarnir fjölga sig. Gat verið að þú erir áhuga maður þetta. Nei, ég ætla bara að vera, nú er ég bara að viðurkenna það. Ég er bara ekki með á hreinu. Er þeir að nutta þeir eru basically bara, hún verpi bara. Það er ekki, kallinn gerir ekkert. Eða hvað? Samkvæmt risakönnun. Núna er maður eins og hálfviti. Myndu fleiri konur sleppa kynlíf í ár heldur en að sleppa upp á smatni sínum en hjá karlmönnum var ekki sammála. Þeir myndu frekar hins vegar að sleppa kynlífi en áfengi. Þannig að karlmenn fíla brennivinnið meira. Já, og konur upp á smatni sínum. Myndu sleppa kynlífi í ár og mega frekar að drekka. Eru hristingar inn í þessu? Já, það er ég bara veit, ég gerði ekki könnun sko. Já, það er lekilatriði, þú veist. Fyrir bara næstu. Eru þeir on and off? 1 af hverjum 4 í heiminum verða ekki þunnir eða þunnar. Þetta er blöð að spóla yfir okkur í þetta. Hann má ekki farið í svo skrýtnar pælingar alltaf. Við hefum ekki velta steinum í það. Hvað sagður þú, fyrstu? 1 af hverjum 4 í heiminum verða ekki þunnir eða þunnir. Já, veistu hvað? Upplega bara ekki þingu. Það er svo Áskir Kolbeins. Og Ívar Guðmunds. Ég hef átt eitt félag. En sko 1 af hverjum 4 meikar ekki sens. Allir í kringum með verða þunni fyrir utan þessar 2 menn. Ég er rúmleikjandi í 4-5 daga. Þú og Maja systir eru með vestu keisin sem ég sé. Ég ligg bara hreyfingarlaus. Já, ég verð mjög þunnur líka. En máli er að ég þekki þetta í Mosó. Þú verður samt ekkert svona þunnur eins og Egil. Nei, ég er hreyfingarlaus. Já, Steindi vil helst bara fara í annan. Þú ert hristandi í ykkur töluleikum. Ég get ekki gert það. Svo snýst þetta ekki bara að geta lift ykkur backpressu lóðum. Annarkvort ertu aumingi eða ekki. Og það verða allir þunnir. Þú bara stendur upp, tekur þetta kassa. Nei, 1 af hverjum 4 verður ekki. Það er bara að sinna krökkunum. Jú, veistu hvað þetta? Þetta getur ekki, ég veit að þetta er ekki hrossaskíturinn í dag, en þetta er rangt hjá þér. Nei. Af því að, þú veist, þetta er náttúrulega bara mjög, þú veist, það er auðvelda skýringar á bakvið þingu.
Ég reyndar, það var ekki gott fyrir mig, ég ekki þunnur. Þá myndi ég bara held ég ekkert hægt að drekka. Já, góða bútur. Herru, svo er það næsta 98% kongulega sem þú finnur inn á heimileginu hafa fæðst eða aðlagast þeim aðstæðum og deyja þú setur þær út. Þannig að þegar fólk heldur að segja bjarga konguló með leifina frá út, þá ertu að drepa hana. Því að hún aðlagast, hún næri ekki aðlagast úti. Ég bjarga skortinum sko. Ég basically að drepa þér. En á Íslandi við vetrartíman til þess að chilla inni þangar til að kemur aftur summer. Nei, þú setur þér út í summer. Og þú veist þannig að ef þú finnur konguló inni það núna, hendur hún út, þá ætlaður hún game over sko. Herru, hvað er svo að kæfta þig? Ég man alltaf ekkert hvað þú sagðir sko. Þú er að gefa okkur rifja þetta upptak. Sko, ég þarf þess að ekki því að Steindi, hann fucking nappaði mig. Þess vegna byrjaði að lesa svona hratt á hann. Fiskar stund ekki kynlíf, þannig að ég fattaði að leiðum að byrja að tala um það. Þannig að hvernig gáttu þeir verið fyrsti til að stunda kynlíf? Já, þetta var helviti skellur sko. Ég hefði samt gískað á þinguna sko. Já, það er svo vitlaus. Herru, þá er það lag sem er spilað fyrir Egil. Herru, já. Það er eins gott að segja ekki of heavy. Sko, þetta er málega, þetta er nett stuðlag en samt svona blöð stuðlag og þetta er svolítið soft. Ég held að þú muni fíla þetta og hlustundur. Þetta er drömmeland og þetta er ekkert eðlilega gott lag. Þetta er skandinavískt steralag. Frá hvaða landi? Manna þig. Jésús almáttugur. Byrjar alltaf lagi, herru, þetta er nú bara eins og Buttercup. Meira tó. Þetta er ekki lag. Þetta er ekki lag og það er hægja, það er fína. Nú er þetta hérna þá. Hvað er, mörg lög sem heita þetta Drömmeland? 10 years on the buttons. Nei, hann bara létum að hafa vitlust lag. Var ekki þetta hérna? Mér finnst ótrúlega þetta heiti meira. Já, ég var að spila þetta. Frekar að meira dóp. Já, þetta var meira dót. Býtu, hvernig hendi meira dóp hefur verið 10 svona byrjum til. Ég var að segja þetta verið alveg. Það var að spila meira dót með Buttercup. Það er meira að fara að Já, ég bara Hvað eru að springa æðar hérna í höfðuna okkur báðum? Herru, tölvan er bara frosin heil. Hvað getur gert? Allt Ctrl Delete er svona klassíska. Þú komið trójahest í tölvuna. Steindi, segðu eitthvað fyndið klán á meðan. Nei, ég fyndi þú er búin að næla þér í trójahest vendi. Í vinnutölvuna, trójahest. Við erum bara ekkert að vera að spila þetta hérna. Hvaða lag er þetta? Sko, já, það er bara erfittur með að vera með 2 lög inn á Spotify á sama tíma. Það er aðeins að stríða mér. Ég verða að viðurkenna. Hvernig ná að eyðileggja tölvuna hérna í stúdíónu bara með að reyna að spila eitthvað eitt skandinavískt teknólag? Þetta er væntanlega það. Hitt var helviti líkt Buttercup. Það verður að viðurkennast. Ég er ekki að grínast. Ég held að tíminn hefði aldrei verið að fljótur að líða í þessu stúdíu. Klukkan er bara 6. Já, en sko, erum við running out of time? Já, það er bara basically mál. Ég er ekki svona grínast. Heyrðu strákar, hérna ég bráð fyrir þessu ákvað klukkan. Ég ætla bara að segja ykkur eitt strákar. Ég ákvað bara að gera það. Af því að þið voru að þú veit, þetta skrifast bara þig og þú, þetta skrifast líka þig að hafa látað hann fá myndina. Af því að þú setti myndina mér á flöskuborðinu inn í partískellsvídeóið. Það var bara komið tíma það. Þá ég postaði henni bara á Instagram. Ég meina skíturinn er farin í viftuna. Ég setti henni bara á Instagram. Hann er besta mynd of all time. Þú á flöskuborði er komin á Instagram. Það er mynd sem maður mátti aldrei fara inn. Þetta er basically mynd sem ég er búin að reyna að beða í 3 ára til að sleppa það að setja inn á mynd. Því að þú veist, þetta er glötu mynd. Ég er skellir hlægjandi. Þetta er besta mynd sem tekinn á. Akkur skammast ég svona fyrir að hafa gaman. Man, ég hafa glaðan á flöskuborði á æfinni. Akkur viðurkennir ekki bara þú elskar flöskuborð? Nei, það er alveg málið. Sérðu, þú ert brosandi með að sagði þetta. Nei, þú sér það bara inn á vídeónu. Já, ég elska, herðu, ég held að þú sértu hliðina mér þetta að setja hendina fyrir andlitaði. Ég myndi aldrei alltaf sjá mig á svona borði. Nei, ég veit, þú bara varst nógu sniðuð þér að setja hendina fyrir andlitaði. Er þú komin inn núna? Þannig ég get alltaf farið á akkántin þegar mér langar að líka upp á daginn minn og flett skoða myndina þér. Myndin er komin inn á Instagram. Ég tók þessa mynd bara sko, segja þjóðinu það sko. Já, veistu hvað, ég er spáð að gera þú veist ekki að, málega, fólk var að hlusta það fólk veit ekki að ég er að taka mynd þú veist ekki ég er að taka mynd. Ég sá það. Já, blöð sá það, hér fyrir kameruna. Þú er ekki fættur í gær. Sendi er skellir hlægjandi, horfa á hún gæja hann er bara svona, hörðu, já, $1 million ég hef ekki að hell of a goddamn time. Erstu hvað að rugglaður? Ég er heldur ekki að hugsa það þetta. Glemdu því. Veistu hvað ég ætla að gera? Ég ætla að gera ljósi, ég ætla að edita textan. Veistu hvað ég ætla að gera? Veistu hvað ég ætla að gera? Ég er að add that post to my story. Veistu hvað ég ætla að gera? Egil, býttu, veistu hvað ég ætla að gera? Ég ætla að gera svona myndavila logo og taka þig sem ljósmynd. Já, gerða það í kvelli, ég tók þessa myndmáður frá okkur. Varstu ekki að gefa mig pro? Ég er ekki að gera laga hérna forsölun okkar. Má það ekki? Góða fréttir fyrir alla sem elska board games í COVID að linkurinn hægði sér því að þjóðir reynda að kaupa sér spil at the same time. Fólk er ekki trega á það veit að bara Xbox spil til, við seljum upp. Þannig að allir reynda að kaupa sér spil at the same time. Kerfi krassaði, það komið back on. Geggjað. En hérna
Poop Já. Sko, ég ætla að vera með spurningakefni í dag. Já, þú eru bara að hafa hana næst. Þetta í fyrsta sinn sem að líða 2 vikur á þess að við setjum með spurningin. Klukkan orðin 6. Já, með King of Playing Games og það verður með Board Game, veist. Ok, gott, ég skal gefa þér eina spurningu. Eina spurningu. Já. Okay. Steindi, þú voru að svara eftir. Já, ég er klár. Elskar Jullur það mikið og sóttur vinnu sem baðvörður. Já, er þetta ekki bara fínt? Hvað hefur þetta með? Hvernig getur þetta... Sko, þú ætlar að smíða þetta, sagður það út af skell. Ég valdi random, sko, ég er með uppbyggingu. Ég fór bara í miðjuna á þessu. Hvernig getur þetta tengst bara... Hvað hétt kettin þér? Hétt hún ekki King of Games? King of Playing Games. Elskar þau. Jullur það mikið og byrjar að vinna sem bara... Hvernig getur þessi spurning bara átt heim í þessari keppni? Það er ekkert samhengi. Ég valdi bara einhverju, ég fór random inn. Þetta gæti þess að vera punktur á Steinda. Þannig að hann er með einstegs fórustu þegar við förum í næstu viku. Nei, þið veitu alveg að ég verðum ekki vinna. Sáttur að vinna þarna? Af því að ég byrjaði að vinna, því að búin 2 á daginn, svo fatt að ég setna, ég átti að byrja 6 á mótnan að vinna. Herðu, ég ætla að með Rós hérna, áður í spyrju hvað ætla að gera helgina, ætla að Rósa DB Schenker fyrir að hafa shippað spilun okkar frá Kína til Íslands á record time. Okkar besti maður Jakob maður. En hvernig er helgin hjá ykkur félag? Alltaf Júlugarður á sunnudaginn? Já, Júrugarðurinn. Já, Júrugarðurinn. 7. þáttur, 2 þættir eftir. Og já, bara. Og bókum át höfðingjans, síðasti séns að komast á lokaborðið næsta sunnudag. Já, ég er enda búin að vera fárán lóðappinn að það. Herru, besta skori mitt er, ég var í 65. sæti held ég. Já, það er ekki einhvern til að máta þess að. Þú varst á final table. Nei, ég endaði í 13. sæti síðast, sem að skita. Já, svo bara ég. Ætlaði að vöku okkur um helgina og... Já, gæti alveg farið svo, ég er bara ekki búin að hugsa svo langt, sko. Nei. Það er komið að lokum hér hjá okkur, klukkan er orðin 6 og við verðum mættir hér með fullan bát næsta föstudag. Takk fyrir hlustuna í dag. Ég ætla að minna fólk á að horfa á vídeo okkar á facebook.com/skettur og skoða hvernig spil okkar er og ég trykti ykkur eintak í árita eintak. Ég datt út, er hægt að kaupa eintak right now? Já, eins staðan er núna. Þangu til þetta krassar aftur. I like it. Það er búið að laga þetta. Eigi góða helgi, kæru hlustendur. Takk fyrir hlustuna í dag og við heyrumst næsta föstudag í Bullandi Gír.